Komið sæl, velkomin í Vinnustofu 3. Mér langaði að prófa að hafa þetta aðeins hrátt í dag og aðeins að sýna ykkur hvað ég að hugsa þetta. Sérst, ég ákvað að taka þátt líka, þannig ég líka með hugmynd í Proto og hugmyndi mín sérst að gera app þar sem að knattspyrnudómarar og mótshaldarar geta haft mjög einföld samskipti. Mótshaldari þá að halda eitthvað mót og hann skráði dómara á leik og dómara getur sagt já eða nei hvort hann geti verið að dæma þann leik. Það er aðal virknin í appinu. Og þið sjáu vonandi skjáin hjá mér, sérst hérna er ég með verkefnaskil mín fyrir verkefni 2 og þar var ég með einfalda prototípu sem ætla bara að taka skjáskot af því sem ég komið með hingað til. Þannig að ég var pínu að prófa bara eitthvað einfalt viðmót, þannig að maður getur skráð sig inn, en þetta er bara fake innskráning, það er ekkert meira bak við þetta. Og hugmyndin er þess að þegar að þú búið að skráð dómar á leik, þá getur hann sagt já eða nei. Og ef hann segir já, þá birtist hann sá leikur undir leiki framundan og hann getur ennþá skráð sig út og hann getur líka hætt við leik. Þannig að hann getur sagt bara, ok, ég get ekki mætt og þá fær hann pop-up, þegar spyrir, ertu alveg viss? Og ef hann segir já, ég get ekki mætt, þá dettur sá leikur út. Og þá í stjórnborðinu myndi mótshaldarinn sjá það. Þannig hérna er dæmi stjórnborðið, þar sem að mótshaldarinn er að stilla upp notendum og setja upp leiki og svo framvegis. Þannig hérna er verið að sýna bara að ég getur stofna notanda og svo framvegis. Þannig að þetta er sem ég er með hingað til. Þetta er hálfklárað að því leiti að það talar ekkert saman. Þess að ég er með app og ég er með eitthvað vefviðmót og það er ekkert tenging á milli. Þannig þegar ég er að stofna notanda hér þá verður ekki til notandi í appinu og svo framvegis. Þannig að í mínu tilfelli til að gera mína hugmynd heildræna þá þarf ég að vera með tengingu á milli. Ef ég ger eitthvað í stjórnborðinu þá þarf eitthvað að gerast í appinu. Þannig það er næsta skref mitt. Ég er búin að prófa viðmótið og ég er með hálfgerðan co-founder í þessu, manneski sem er bæði að sjá að setja upp mótin og hann er líka dómari. Þannig ég er með manneski sem getur sett sig í spor sikkors notendahópsins og ég hef verið að nýta hanna eins og ég að fara yfir þessa prototípu hér og ég fengi gott feedback þar og hluta feedbackinu var líka hei, getum við gert svona, að koma fullt af features sem að maður þarf eins að hugsa, ok, viljum við ekki frekar klára ákveðna lúpu og prófa hana og svo taka hlutina áfram. Þannig ég er pína að reyna að gera eitthvað complete og svo byggja ofan á það þegar það er komið. Í staðinn fyrir að reyna eins og rosalega oft sem að sér er að fólk reynir að gera eitthvað alltaf mikið. Það vill bara gera næsta Notion appið og bara það verður að hafa alla fítusina sem Notion hefur og svo líða kannski 3 mánuðir, þú ert ennþá að vinna í þessu appi og það er ekki ennþá komin inn mynd á það Ég vil miklu frekar klára eina virkni, gefa hana út og svo bæta ofan á það. Af því aðalvirknin er í rauninni þetta að dómari getur sagt já eða nei og þú sér það í stjórnborðinu. That's it Allt hitt er extra, allt hitt er ekki A-kröfur. Það er kannski B-kröfur frekar. Af því hann var líka að hugsa, ok, hvað við getum sett upp riðla og alls konar flækjustig og inn í stjórnborðið sem er alveg cool feature en ef ég fer að vinna í því samhliða það mun hitt ekkert klárast og svo framvegis, þannig að það er miklu betra að klára þetta, gera þetta heildrænt fyrst. Þannig að það er staðan hjá mér, ég ætla að reyna að taka þetta áfram og það er mjög gott fyrir ykkur að hugsa þetta líka, þess að við tölum í síðasta fyrirlestri að reyna að hugsa þessa notendahópa sem er að nýta sér lausnina ykkar, hlusta á lagið ykkar eða kíkja á appið ykkar eða hvað sem þið eru að gera. Og ein leið til þess er að setja upp notendasögur og ef ég kannski prófa það fyrir mig og mitt app hérna í einhverju teiknitóli, Excalibur, þannig að sem dómari
það getur verið svona hugmynd og svo sem mótshaldari, það er þessi 2 notendahópar hjá mér. Ég er ekki að greina þetta eitthvað meira en það. Og hvað geta dómarar gert? Þeir geta séð hvaða leikir eru framundan hjá mér. Ástæðan fyrir að skýra því, náttúrulega þú ert að fara að dæma þá leiki, þannig að gott fyrir þig að hafa yfirlit. Og sem dómari get ég samþykkt eða neitað því að dæma tiltekinn leik, þannig að þú getur látið vita. Og hvað þannig mótshaldari geta gert? Get ég sett upp leik og hverjir dæma. Og það er saman sem mótshaldari get ég séð hvaða leikir eru framundan og hverjir geta dæmt. Þannig þetta er svona það helsta fyrir mig, mína notendasögur, og kannski af því ég er með og hérna þá gæti þetta verið önnur saga. Gott að hafa þetta svona skýrt. Get ég séð. Og þið skiljið. Þannig ég get svona hugsað þetta í gegn eins og hverju hafa sagt já, hverju hafa sagt nei, þá þarf maður að geta sem mótshaldari þarf ég að geta breytt hverjir dæma ef einhver sagði nei. Þannig þetta er einhver virkni sem ég þarf að hafa og hver lína hér hefur ákveðið svona mikilvægi, þannig maður gæti reynda að raða þessu upp eftir mikilvægi og svo framvegis. Þannig þetta er eitthvað sem ég langar til að þið prófið að svona setja upp notendasögur og jafnvel betra ef þið getið haft svona af hverju. Það er mjög gott svona að vita hvað mikið value er í hverju línu hérna sko. En hjá mér eru þetta allt svona must have kröfur, þú veist. Það virkar ekki ef þú getur ekki breytt hver er að dæma, þá bara allt í einu byrja leikurinn og það vantar dómara og allt í steik. Þá þarf það eiginlega að geta breytt því sko. Og sama það ef upplýsingar breytast í leik, kannski er leik frestað. En þú þarfst að geta látið vita. Ef leik upplýsingar breytast, kannski er leik frestað vegna veðurs eða það getur alls konar gerst. Þannig að þú þarfst að geta pingað fólkið og svo framvegis. Þannig að maður getur endalaust spinnað upp fleiri user stories. Það er bara gott að vita af hverju hvert user story er, hvað er gainið fyrir notendahópinn og þannig velja mikið til að gera næst. Og þetta á ekki bara við upp, þið getur líka gert þetta fyrir hvað sem er, þú veist. Þið eru að búa til einhverja vöru, þannig að reyna að setja ykkur í spori þeirra sem nota vöruna, af hverju notaði vöruna, hvernig notaði vöruna og svo framvegis. Þannig þetta er svona smá innsýn frá mér, vonandi hjálpa það eins að sjá hvernig ég er að hugsa þetta. Næstu skref hjá mér eins og ég sagði bara tengja appið og stjórnborðið og fara að vinna í þessum stjórnenda, þeir sem er að stýra leikjum og þeir sem er að dæma, ég get svona komið samskiptum þeirra á milli. Þannig það er allt sund í dag. Ég bara þakka fyrir mig og við heyrum síðar. Blessi bili.